Góðan blessaðinn og verið velkomin í hlaðvarpið Tveirfælar og ég Einar og ég Óli og gesturinn í dag Sigríður Dögg Arnardóttir eða betur þekkt sem Sigga Dögg. Já. Hæ. Góðan daginn og takk hérlega fyrir að koma. Ekki málið. Og viltu kannski segja bara hlustendum svona hvað það sem þú gerir bara? Já, ég kynfræðingur og rithöfundur og ég sinni kynfræðslu á öllum skólastigum og skrifa bækur. Það svona eiginlega, ef að segja það sé aðal mitt. Já. Og hvað er svona mestan áhuga á? Bara svona áhugamáliðin? Kynlíf. Það er bara búist til svona röð. Þú grípa. Já, bara í sinni viðustu mynd bara, og sambönd og ástin og þess að það er rosa stórt áhugamál hjá mér og svo hef ég alls konar önnur svona prívat kannski áhugamál en þetta er svona stóra ástriðan í lífum mínu, myndi ég segja. Og þú ferði í grunnskóla og talar kynlíf og allt það ekki? Jips. Jú. Það ferði eitthvað annað, þú veist, eins og í fyrirtæki eða eitthvað? Já, ég ger það alveg með svona uppstand fyrir fyrirtæki og ég er líka með kurs upp í Háskólanum í Reykjavík og ég fyrir líka í framhaldsskóla og ég er frá Elliheimili og það er bara engin staður mér óviðkomandi, sko. Veitu, hvernig uppstand þetta gera þá? Er það þá grín? Kynlíf, já. Já, er það þá grín kynlíf svona? Nei, það er kannski ekki beint, það er bara meira svona að gera grína í hvernig við erum þegar kemur á kynlífi og hugmyndunum okkar og hvað við erum kjánaleg með það. Það er ekki að gera grín, þetta er ekki eitthvað svona haha, lítið tippi. Þetta er ekki þannig, það er ekki að gera grína að neinum eða eitthvað svona, þú veist hvað það segjum, menn með stóra bíla, þetta er ekki svoleiðis. Þetta er meira bara svona að við fáum aðeins að hlæja því akkur við erum svona kjánaleg og feimin með kynlíf og að fá að tala kynlíf á ótrúlega kannski beinskeyttan hátt og leyfa þér að fara miklu lengra en þú kæmist kannski beint í svona fyrirlestri. Þegar fólk er eitthvað þetta er grín, svo er það bara fokk. Já. Við fengum í Vallaskóla, hvernig var það? Í 9. bekk? Já, í 9. bekk, já. Og það var bara mjög gaman. Takk. Já. Lucky Charms. Lucky Charms? Muni ekki eftir Lucky Charms? Nei, ég man mjög lítið eftir fyrirlestri en ég man þetta var bara gaman. Varstu blackouti, bara að kynfara myndir? Nei. Lucky, hvað er það? Ok, það er svona yfirleitt, já, ok. Nei, ok, þá muni ekki eftir Lucky Charms allt, Nei, er það úrskilað það þess? Það er svona djók í kringu Lucky Charms eða skilur, það er ekki djók, það er bara eitt svona þekktasta dæmi sem ég nota og stundum þegar ég mæti í skólan þá koma krakkarnir eitthvað, það kom inn svona koninga hún var að tala óslega mikið Lucky Charms og ég alltaf eitthvað, já, ég veit, ég er sú kona þegar nei, þú skilur ekki konan sem talar Lucky Charms og þá nota ég sem samlíkingu hvað kröfu konur gera á kynlíf versus karlar, þú veist, ykkar kynlíf er Lucky Charms en okkur er sagt að sætta okkur við Seriós enginn á að sætta sig við Seriós við erum öll að gera kröfur Lucky Charms já, ég skil og þetta er lengra dæmi, skilur þetta er svona það sem fólk oft mann já. En þú tala þá allt bara svona sem er í kringum kynlíf þá í skólum og allt svoleiðis ekkert allt, svona, en þú veist já. Svo stýrið þið líka bara oft hverju þið spyrjið á, hvað þið viljið tala ég eldi ykkur yfirleitt bara, ekki ykkur tvo almennt bara ólinga Og ertu með strákur og stelpur í samhópi? Bara misjæmt, allt gangur á því stundum kynjaskipt, stundum ekki og ég fyrir alveg niður í 5. bekk en ég með og þá er náttúrulega árgangaskipt líka og það misjæmt hvað maður talar ekki alveg að sama við 5. og 10. bekkinga skiljanlega já. En þú ferð alveg í kringum all land og það ekki Jú, en ég er samt sjálfstarfandi þannig ég fer bara þá sem ég er bókuð en jú, ég er rosa mikið á landsbyggðinni Já Hefur ekkert að fara svona fyrir utan landið eins og til Vestmanni eða til Ég myndi alveg telja það með landinu Já, eða svo að taka bát eða fljúga eða eitthvað en til Danmörkar eða eitthvað svona Já, Norðurlöndin og Finnland og ég fyrirlestur í Bandaríkjunum og Mexíkó Finnir eitthvað mun á fólkinu? Já eða þú veist, já og nei það er bara misjæmt hvað ég er að tala hvernig maður nálgast það Bandaríkjamenn voru til dæmis mjög slegnir yfir kynfæramyndunum sem við sýnum í kynfræðslu hér það fannst það mjög mikið en skemmtilegt, skilur, stuttuð alveg fannst það bara svolítið mikið Já, en það fer líka bara eftir hvort maður sé að tala við fagfólk eða hvort maður sé að tala við hvað hóp maður er að tala við Býtu, já, þú ert líka alveg að tala við fullorðna alltaf ekki Foreldra mikið og svo annað fagfólk Já En ef við fyrir maður svona
aftur í fortíðina, hvað ólstu upp og allt svo leiðis? Já, ég ólst upp í Keflavík og þegar ég var 13 ára þá fluttum við í Hafnarfjörð, þannig að ég var í skóla í Keflavík og Hafnarfjörði og fór svo í menntaskólann í Hamrahlíð. Já. Ég veit ekki hvað það er það... MH? Já, það er bara í hliðunum. Já, Og hvað lærið þar? Bara stúdent sko, eða þú veist sálfræðibraut stúdent. Já, þú fórst á sálfræðibraut? Já, ég ætlaði að vera sálfræðingur. En hætti við það af því að ég komst að því að kvíði og þunglyndi eru óbærslega leiðilega sjúkdómar. En þú fórst frekar í kynlífið? Þú fannst það áhugaverða? Já, það er skemmtilegra. Og kvíði og þunglyndi svona eiginlega drepur kynlífið, þannig að það fór ekki alveg saman. Já, ég skil. Þannig að þú vannst aldrei sálfræðingur? Nei, en ég fór samt í Sálfræði Háskóla Íslands, kláraði það og fór svo að vinna og fór svo í kynfræðina. Var það ekki skóli í Ástralíu? Jú, einmitt, lærði það þar. Hvað hét hann aftur? Kortin. Já, Kortin, já. Var það skemmtilegt að vera í Ástralíu? Hvað varstu lengi þar? Já, ég bjó þar í ár, námið var samt 2 ár, þannig ég tók seinna árið hérna heima og skrifaði ritgerðina mín hérna heima og var geggjað að vera í Ástralíu, bara svolítið langt í burtu og þetta var svona kortur eftir kreppu og svona pínu og oppileg tímasetning kannski upp á það að gera. En hvað, var ekki skóli svona sem var næri eða þetta var bara besti? Jú, en bara, þú veist, skemmtilegasti og ævintýri aldrei farið til Ástralíu, gaman að prófa búar og námið hafði hlotið alþjóðlega viðurkenningu og mér listi vel á kennarana og hvernig það var uppbyggt og mér finnst það bara spennandi. Jú. Og bara, veist, akkur ekki. Já, geggja Ástralíu sko. Já, ég er aldrei fór á Mæli með? Einar fór á Ég mæli með. Hvar varstu? Ég fór bara út um allt sko, ekki út um allt. Ég fór, tók einhver strönd, man ekki alveg hvað var. Veistu hvað er meginn? Hægra eða vinstra meginn? Byrjaði í Gold Coast og fór svo niður til Melbourne. Já, ok. Hvað var eitthvað? Ég með það ekki. Varstu á austurströndinni? Já, það var mjög gaman sko. Það var bara, kóngulær voru svolítið okkur. Þær eru svolítið stórar. Já, pínu. Smá, mikið af þeim. Já. En ef við förum bara út í ef þú myndir útskýra bara svona fyrir hlustendum bara svona, hvað er kynlíf? Bara svona, er það einfalt svar eða er það mjög flókið? Veit ekki hvað er fyrst einfalt og hvað flókið, en þú bara mátt hanna hvað kynlíf er fyrir þér, skilurðu, og þeim sem þú stundaði með, eða þú stundaði með annarri mannsku. En yfirleitt er þetta bara, þú veist, yfirleitt, þegar maður lýsir kynlífi, þá er yfirleitt svona kynfærin, þau spila hlutverk í kynlífi, í huga flestra, spila kynfærin eitthvað hlutverk. Í huga margra spila nektin hlutverk, en hún þarf náttúrulega ekki að gera það. Og það er bara ótrúlega gaman, þú færði eiginlega mjög ólík svör þegar þú færði að spyrja fólk út í það og færði að krefja það svolítið sko. En flesti svara kannski strax kynlíf eru samfarir, þú veist, og þá fara margir í bara hvað limurlega göng og kynlíf fær ekki að vera neitt annað, en svo þegar maður potar í það, og þetta er náttúrulega fyrsta spurningi sem ég spyraði í mínum fyrirlesturum þegar ég málunga, að þá förum við út í alls konar, þá koma kossar inni og það koma hendur og það koma snertingar og ást og spjall og samskipti og þannig að kynlíf er bara risastórt orð eins og matur sko. Já, þannig að það er öðruvísi fyrir allan bara. Já, öðruvísi en samt eins, skilur mig, það er eins og margan hátt en svo líka misjamt og það er það sem gerir það svo skemmtilegt og fjölbreytt eins og matur. Já, eins og matur. En er ekki svona líka, þú talaði að sumir telja þetta sem kynlíf en sumir telja þetta ekki sem kynlíf, eins og fólk þarf að ákveða fyrir sjálfum sér hvað er kynlíf einhvern veginn? Ég held að þeir eru kannski ekki beint að ákveða skilgreininguna, en ef þú ætlar að segja herri, við skulum stunda kynlíf, þá er alveg fínt að hafa á hreinu að veist, ég er ekki að fara að prjóna og þú ert að fara eitthvað brundið um mig, skilur, það er bara hvað erum við að fara að gera þetta, hvernig virkar þetta, hver eru þínar hugmyndir og hver eru mínar hugmyndir, sérstaklega þegar við varum svona í yngri kantinum, þú veist, að því að fólk er náttúrulega bara að reka sig á alls konar veggi og þú er ekki að tala um þetta og erut með að tala um þetta og veit ég hverju þá búast við og er kannski svolítið mikið að haga sér eins og það heldur að eigi að haga sér. Þannig að þá er ótrúlega fínt að hafa bara hreinu hvað ætlum við að gera og hvernig ætlum við að gera það og hvað er í þínum huga kynlíf og hvað ekki. Eins og þegar þið eru svo oft á ykkar aldrei hefur oft verið að pæla í sem er meidómin og sveindómin og það er ótrúlega gaman þegar maður fer einhvern veginn onni saumana á því með ykkur og þið eru bara eitthvað svona já, nei, nei, það tengist sveindóm ekki neitt og maður er eitthvað, hvað er þá sveindómur og hvað þýðir hann og hvað mikilvægi gegnir hann. Og það er engin skilgreining á þessu? Þetta er bara allt hugtök sem við byggum til utan eitthvað batteri sem er ekki til, þetta er ekkit haldbært skiljum við, svo stemming, hvað er stemming?
hún er misjöfn, skilur mig þannig að, þú veist, eins og sveindómur og meidómur, þetta er ekkert haldbært, þetta er ekkert til, þetta er ekki sýnilegt, þetta er ekkert sjáanlegt, þetta er ekkert svo potri, þetta er ekkert svo kemur við þú veist, þannig að það er mjög áhugavert ef þú heyrir einhvern segja, og sérstaklega ef við tökum bara munnmök, fólk er með mjög sterkar skoðanir á hvenar má stunda munnmök og með hverjum og hvað það þýðir, og þegar þú ferð að greina það, þá er mjög áhugavert að sumir líta ekki á það sem kynlíf eða líta á það bara sem forleik eða líta á það sem kynlíf eða líta á það sem eitthvað sem þú gerir ekki ef þú ert að stunda skyndikynni eða þú ert að svo hjá stunda kynlíf með nýri manneski fyrsta sinn, þá eru munnmök ekki hlutaði, svo kemur kynjamenning inn í það og hvernig það líður með munnmökin, þú veist, þetta er bara þetta er magna, það er alltaf eitt fyrirbæri og það bara splundrast í 1000 áttir þetta er flókið dæmi já, svona þetta er skemmtilegt, það er svona þetta að vinna við þetta en já, eins og varst að tala með hverjum og hvað við höfum spurninguna, hvenær veit maður tilbúin cirka? Já, ég bjóti checklista já, ok já. Það er ekki orðað ískapasegli en kannski í framtíðinni, hver veit þú veist, geðboð orðan alltaf ég seti bara upp svona checklista sem var eiginlega og það er alltaf efst á honum er alltaf, þú veist, þekkjur ein líkama hefur þú fróðar, veistu hvað er fyrst gott og hvernig er fyrst gott treystur þig til að segja mannskjun sem þú ert með og gefa leiðbeiningar líkamaðin og taka þá við leiðbeiningum líkama hérna mannskjunar, ertu edrú, veistu hvað verjur þarfst að nota, veistu hvað þarfst að gera verjur klikka ef þú notaðir ekki verjur þannig þetta er bara svona mjög praktískur haldbær listi, hann er í bókinu minni kjaftaði kynlíf til mig taka mynda hann já það má svona ekki tækla sig afréttana en þetta má alveg gef leyfi heldur allir fylgja þessu? Nei, alls ekki, en það er fínt að hafa lista ég meina að þú veist, sumir gef ekki stefnuljós sem er ásand að gera og það er alltaf lægið að sé til eitthvað viðmið þarna úti, ég menn það er engin ríðurlögga, skilur en það er alltaf lægið að sé til ákveði skema sem er bara eitthvað svona já, ok, það er alltaf búið að setjast niður og teikna eitthvað upp og setja einhver ramma og hvert og eitt einasta atriði á honum meikar alveg sens og það er að vera edrú það meikar sens upp á hluti eins og það er auðveldara fyrir kynfærin að undirbúa sig fyrir kynlíf, það er auðveldara fyrir tippa að fá bónir, það er auðveldara fyrir píkun að bleita sig, það er auðveldara fyrir líkamann að fá fullnægingu ef þú ert edrú, það er bara alls konar svona praxís sem er bara, veist, af hverju erum við að gera þetta til hvers og fyrir hvern og það er bara fínt að hafa checklista bara akkur ekki þegar þú ert að reyna að meta þetta þegar fólk segir eitthvað veist, þú ert tilbúin, veist, það hjálpa bara ekki neitt Nei En hver er svona algengasta spurningin sem þú færð? Frá úlífur? Það er þessi? Hvernig er maður tilbúin? Nei. Hver er algengasta spurningin sem þú færð frá úlífur? Er þetta algengasta? Nei. Jú, hún og hver er skrýtnasta spurning sem þú fengið? Ok. Við höfum aðra svona. Hvað er fyndnasta spurning sem þú spurði? Svona sem þér fannst fyndin sem ég fannst fyndin jú, daginn þegar stelpa festi sinni í hundabúri mér fannst það mjög fyndið, ég neitaði ekki ég hló svolítið að því ég hafði samt samkennd með henni líka en mér fannst það pínu fyndið Var það spurning? Já Hvernig á að losa sig? Og svona festi einu svona kona epli upp í rassinum á sér það var líka pínu fyndið, það var fyndið eftir á var ekki fyndið í mómentinu, það var svolítið fyndið eftir á og það er gott dæmi Og hann að spyrja Var hann að spyrja hvernig það? Nei. Jú. Hvernig það að losa? Já. Og hvað var svarið því? Hvernig? Bara heilsugja, bara bráðamáttöku og losar þetta ekkert, skilur. Það er vesen maður. Já. Nú er það vesen, skilur. Það er vesen. Þetta er ekki bara lífsættilegt. En hvað var þetta með hundabúri? Bara losa svo því? Já, bara læsti sinni í hundabúri og var föstar. Var hann bara að spyrja því? Og spyrst þig? Já, ég veit ekki, já, bara mandi, sko, ég veit ekki. Já, ok. Varst alveg með ráð fyrir því? Já, ég bara hringja hjálp það var basically þannig einhver sem getur opnað fyrir þér þá má bara leiðinni, frábært flott, gott að vita En fyrst er það satt að er það ekki þannig að allan ég held það sé þannig að strákar tala meir sjálfsfróun heldur en stelpur svona við hvort annað Já Myndirðu segja að það væri gott eða slæmt? Að tala sjálfsfróun? Já þetta er bara fínt sko svo lengi sem múst ekki að neyða því upp á aðra og vinnu náttúrulega bara gaur að tala það eitthvað hérna en stelpur mætti alveg tala meira það en strákar mætti líka stundum tóna sig hans niður hvað þurfa að tala mikið það við stelpur sem enn ekki að hlusta á sko Já við stelpunar í bekknum ykkar er stundum mjög þreyttar að hlusta á rungsögunar ykkar Ég hef aldrei satt rólega Nei en þú veist Ekki við stráka, nei við stelpur
Það í sumum bekkjum það þannig. Ég hef aldrei tekið upp því. Nei, kannski bara ekki ykkar bekk. Já. En þú veist, þannig strákar myndu eru alltaf svona, þeir eru alltaf heppnir með þetta, er það ekki? Þeir eru heppnir með það tilheyra menningarheimi sem algjörlega viðurkennir þetta en setur líka pressu á það skilju og ætlast til þess en það er frábært að þið fá bara að kynnast líkamannum ykkar og hafa geggja gaman á honum og þeir eru með, þú veist, No Not November, þeir eru með Destroy Dick December, þeir eru með Just January, þú veist, þeir eru með 3 mánuði og svo eru þeir með Masturbation May og veist, það er bara fullt að gerast hjá okkur og við erum bara eitthvað neginn skítrættar fyrir píkun okkar og finnst hún ógísleg. Og svo eru þið óslega spenntir fyrir píkun okkar og við erum bara eitthvað hún er viðbjöður. Ég mæl ekki með henni. Er það viðhorfið? Pínu náttúrulega, sko, þetta er svolítið stór fullering, en hérna svona almennt séð, þá eru unglingstelpur ekki alveg peppar fyrir sjálfur sér, sko. Já, ok. Akkur er það sé? Já, bara það eru alls konar hugmyndir meidóminn og meiarhaftið og hvað má og hvað ekki og svo er það ekki, þú veist, svona styðjandi við aðra, það eru ekki bara eins og þið í einhverjum brundkeppnum eða, þú veist, meðaltali, tímar, ungar sem er vinstri, tala tækni, þú veist, í okkar menningu er ekki bara eitthvað svona djókið með baunapokan og sem var settur inn í örbylgjófn í plastpokanum og settur á milli 2 kotta, þú veist, það eru ekki margir svona brandar einhvern veginn fyrir stelpur og það þarf bara að gera þetta miklu og það er ennþá í umræðin til dæmis að strákar séu graðar en stelpur og þið hugsi meir kynlíf og allt þetta og kynfærin ykkar virki einhvern veginn öðruvísi en þú veist það eru svo margar mýtur í gangi sem er bara ekki réttar sko. Þannig að það er bara lítið pláss líka fyrir stelpur til að vera graðar því að graðar stelpur eru bara oft kallaðar hórur. Já. Það er ekki töff að vera gröð stelpa. Og hvernig er hvað myndið þú segja að væri besta leiðin til þess að breyta þessari hugmynd? Með kynfræðslu, með opinni umræðu, með því að fleiri taki þetta upp og fara að opna á þetta, með því að aflétta á mýtum, með því að fræða okkur. Þannig, þá basically þurfum við fleiri graðari stelpur, að þú veist, hvar eru gröðu stelpur það? Þetta var headline. Já, fleiri graðar stelpur óskast. Þetta er TVF á morgunmorgun. Sigardögg segir Bökkum. Nei, það þarf náttúrulega bara opnari umræðu og það að, þú veist, fólk þarf ekki að vera sígrætt sko, það er enginn síg en það þarf bara að vera miklu opnari umræðu kynlíf og við mætum fólki þar sem það er og að það sé ekki þetta með að strákar þú veist, að því að það hattar alveg líka á ykkur ég meina umræðan unglingstrengi er ekkert alltaf svakalega falleg það séu bara meðan alltaf blekstífan og geðveikt graðir hugsið ekki manna séu bara pressa og það er alveg orðræðan ykkur er ekki frábær skilur mig, þeir séu bara alltaf í klámi og þeir eru alltaf að runga ykkur og eitthvað svona maður færi alveg svona, herri, ok, og aðeins að staldra við veist, strákar er ekki bara alveg að kapna úr eigin greddu að runga sér svona á dag þó sumir gera það einstaksinnum Nei, þú veist, þannig að umræðan ykkur það hallar alveg líka á ykkur með aðra hluti og öðruvísi pressa á ykkur en það þarf bara að vera miklu opnari, fordómalausari umræða þannig að allir fá að vera eins og þeir vilji vera það er svolítið málið í þessu en stelpur verða að fara að opna fyrir það að það er megi kynnast eigin líkam og það er sér ekki þjónustu hlutverki þegar kemur að kynlífi þú veist, og að kynlíf byrjar ekki og endi á því að strákur ná honum upp og að strákur fái það Já. Þú veist, það er rosa mikið verk að vinna í að breyta hugmyndir fólks kynlíf þetta er mjög rótgrónur hugmyndir Já, þetta er þá markmiðið með þessum skóla og grunnskóladóti að fá fleiri til að tala kynlíf og allt það Já, algjörlega og fá bara að fólk líði vel með sjálf sig og sína ákvarðanir og áttu að kynlíf er ákvarðun og við stýrum því sjálf Já Það er ekki skylda, það er ekki kvöð það er val En þú talaði klám aðan við og Óli höfum spurningu en er klám gott eða slæmt? Ef við tölum aftur mat Já. Er matur góður eða slæmur? Góður Allur matur? Fer eftir Fer eftir? Já. Getur við skipt þessu orðu út? Sumur Nei, ég veit ekki Er þá allt klám, er það allt eins? Nei Ok, er allir matur eins? Nei Sjá hvað styrir að fara með þetta Matur er mismunandi Já, Haldið að klám sé það líka? Já Og hvernig haldið þá spurningi fari? Það fer eftir, það er mismunandi Það er mismunandi Já Og hvernig veit maður þá, hvað eru mörkin þá? Veistu það með mat? Jú, maður finnur það skilur en það er ekkert svona það er ekkert að setja í orð Er þetta að setja í orð með mat? Já, eða bara bæði
ámar bara að drekka rjóma í öll mál, bara alltaf rjómi, bara lítir rjómi á dag, eða alltaf að fá sér smá rjóma til kaffið. Já. Já, þetta sést þannig, kannski gott í hófi. Það er ekki allt gott í hófi. Jú. En maður þarf ekki rjóma, maður kemst alveg af ánans, það ekki? Já, jú. Maður getur alveg notað eitthvað annað, Já. eða ekkert. Nákvæmlega. Þannig að með klámið, klám bara ógeðslega stór heimur, Já. rosa margt og fjölbreytt og alveg sem með mat, það er ekki hægt að segja gott slæmt, þetta er ekki svartkvít, já nei, af þá. Þetta er mjög, þetta er bara stór, þetta er stór spurning. Kynlíf, gott vont, þú veist. Þetta er ekki svo leiðis. Nei. En það er allan ekki, það er bara svona bæði. Það er bara svona, það er ekki hægt að segja skilur bara, nei, þetta er bara, þetta má ekki, já þú veist. Mér er ekki hægt að segja það. Nei, þetta er svona, já, þetta er bara alveg svona matur, já. Já, Óli, við erum búin að þetta er alveg svona Matur er svo góð samlíking. Já. Það er svo nútralt, það ferði ekki úr hérna, oh my god, ég er að segja hvað fyrir mér í doggy-stæl. Þú veist, það ferði bara, já, matur, einmitt, það ferði hugsa alls konar mat og slakar hans taugakerfi á. En hvað hvað vendur þú að segja að drengir hafa mest áhyggjur af líkamlega? Bara að endast og hvort að tippi sér nógu beint, langt, fallegt, er brundið nógu mikið, eða þú veist, þetta er oft svona tippatengt, sko. En svo líka, og það var ótrúlega leiðilt í henni fyrirlestri, var þetta strákur sem sagði hann bara, ég veit að ég er ekki myndalegur, hann munur aldrei neitt vera skotin í mér að því ég er ekki nógu sætur, bara, það er hræðilegt. Já. Það er bara ótrúlega sorglega, þannig fyrir náttúrulega með alls konar kompleksa eins og bara allt fólk, skilur en ég meina tippið er eitthvað svolítið hugleikið og það er stærðin svolítið stórmálið. Er það samt, þú veist? Almennt, já. Já, þú veist, nei, ég skipta það máli fyrir konur hvað tippið er stórt og skiptir ekki máli fyrir neitt, sko. Nei. Ekki? Nei, ekki nema því sjálfan. Þú ert svo eini sem pælir í tippastærðinni, engin annar er að pæla tippastærðinni. Tippi eru misjöfn, fólk passar misvel saman. Tippi komast ekki allt ánga sem þeim langar kannski að komast, það er bara staðrind. Píkur eru ekki svo sokkar rúmfattalegarnum, one size does not fit all. Já. Já. Og ef þú ert að hugsa raskot, skilur þá lítur það líka bara öðrum lögumálum, þannig að þú veist, það er bara, ef tippastæðin þín er að bögga þig, þá verður hún bögg fyrir þig. Og það er alveg sama hvað bólfélagin ætlar að segja, alveg sama hvað bólfélagin segir bara, neina ekki auðvur, þú ert bara eitthvað, nei, hann er það ekki fyrir mig. Og þegar að þið eru spurðir þá þessi sáttir við stærðina, þá kemur oft svona ég verði til að hafa hann aðeins breiðari eða aðeins beinni eða aðeins svona eða aðeins hinsegin sem er svolítið leiðilegt fyrir ykkur, þið er bara gett stoltir af limnum ykkar, þið er bara eitthvað tjúlan fín, já, næ með hann virkar, þá verður ykkar bottom line, hann virkar ef hann virkar ekki þá erum við að tala um aðra hluti. Já, einmitt. En þá fyrir stelpur, þú veist, líkamlega hvað er þeirra helsta vandamál svona áhyggjur? Já, áhyggjur minni. Hvað haldið? Píkur. Já, ég myndi alltaf það, já. Það brjóst? Já, meira. Já, bara þroskinn þá, eða hvað? Já, og bara að vera sætar. Já, bara og vera mjóar. Mjóar? En er það ekki meira eitthvað svona trend núna, eitthvað svona trend? Þú veist hvað ég meina, að svona vera svona eitthvað svona með stærri líkama eða, þú veist feit? Nei, ekki, það kallast að vera fólk segir svona, hún er þykk eða þú veist Það meina það sé trenda? Já, er það ekki, þú veist, er ekki tala um það einhvern veginn svona, það sé svona inn eða eitthvað svona fashionable eitthvað dæmi og bara sökka típur á henni eitthvað. Nei, ég held það bara ég bara, kannski ég að miskila alveg fræðilega Ég veist segja að það er verið að skapa pláss fyrir fjölbreyttari líkumum. Það getur verið, já Kannski meira þannig. Já, það er betra En þú veist, ef þú hugsa Flash og Flex Hvað segir þið? Flash og Flex Já, Flash og Flex Já, ef þú hugsa það þá þú veist alveg hvað er eftir svona verður líkami og hvað ekki. Já Skilur mig. Og ef þú ert kannski með fellingar og fitu og eitthvað svona þá einhvern veginn ert að nota önnur millimerki á samfélagsmiðlum, ef þú ert að dreifa þá ert einhvern veginn óslega hugurök og þú ert eitthvað svona líkams, áfram jákvæðan líkamsmynd eða þú ert eitthvað svona body positivity, body neutrality, eitthvað slúðis. Þú ert að tala um aðra hluti, þú ert ekkert eitthvað svona
það er eitthvað svona gott hjá þér, þú veist, það er önnur stemming yfir því eftir hvernig líka með henni er og maður er ekki að draka kók í podcast það er ekki góð mynd allt er góður sko, það er enginn takk eftir þessu, bara flottur en já, þannig að ég myndi segja það væri það sem stelpur að pæli meira strákar hafa kannski minni á að gera því svona að vera eitthvað og massa og þannig dæmi ég veit það ekki, mér finnst það svolítið misað mér finnst sumir mjög uppteknur eða aðrir ekki já. Þið komist kannski meira upp með að vera svona pínu slánulegur og mjóir en hvað er svona ef tala tippi hvað er svona meðalengd og allt þannig er þetta eitthvað svona? Nei, 13 í reist það er 13 í reist, já og hann getur verið til 18 ára aldurs að ná sínu fullorðins stærð stoppa bara eftir 18 nei, það getur stoppað miklu fyrir sko já, ok, það er ekki nei, hvað er það? Það er ekki, þroskaskeiði bara endar 18 það er bara það er bara svona, það er viðmið skilur að þá er já, þá bara dettur hann af það er bara svo leið eitthvað getur hlakkað til að verða 18 yes fjárráða og svo dettur limurinn af og er ekki 9 eða ekki, er það ekki 9 lindi ef slús það er á svona það var með 9 til 11 eða 8 til 11 þetta er alltaf bil þú veist, veit ég hvað normálkurva er nei, þau eru ekki mann að læra það þetta er alltaf á ákveðnu bili þú veist, og það er akkurat miðjan og fæstir eru akkurat í miðjunni þú veist, einhvers staðar rétt fyrir ofan eða rétt fyrir neðan þið eftir að læra þetta þegar ég var í háskóla, það var gamnaði munið þetta, þegar læra normálkurvun það verður bara Sigga talaði tippastarð og normalkurvu þannig að flestir eru aðeins stærri eða aðeins minni og það er algjörlega eðlilegt það eru fæstir sem eru að fara að vera eitthvað 13 cm upp á centimetr skilur þetta er bara viðmið ekkert annað en eins og í klámi þá er oft gert krafa á leikarna þeir sem allavega 20 cm það er bara svona almennt vinnulag þar En hvað veldur því þá? Er eitthvað sem veldur micropenis eða eitthvað svona, er það bara gen eða eitthvað sjúkdómur? Já, ég er bara ekki nóg vel að mér innan gæsla baka hvað veldur þú veist, en það getur náttúrulega líka verið sko, ef við erum að tala um intersex, þá erum við að tala um annan hlut en ég veit ekki genafaktorinn í micropenis en getur vissulega búið til börn, getur vissulega notið kynlíf, stundar alls konar kynlíf og mjög fjölbreytt kynlíf og þarf ekki að útiloka neitt í rauninni, það getur kannski svolítið stýrt hvað stellingum þú ferði þú veist hvað stellingar henda þér betur og hvað ekki en það á við bara öll tippi og alla líkama stellingar eru misjafnar eftir hvernig fólk passa saman og hvað fólk finnst þægilegt og eitthvað stífur í bakinu þá ertu alltaf að velja stellingu eftir því og bara, þannig að við held í fókusum of mikið á tippastærna alltaf mikið sko En er það rétt skil hjá mér að strákar séu miklu meira að spá í þetta heldur en konunar stelpunar Við vorum að fara yfir það er stelpunar ekkert að spá í þetta? Jú, en það er líka spáðið út frá því hvernig þið berið ykkur og hversu mikið þið tala um þetta og hversu mikla áhyggjur þið hafið það þessu og ef þú mætir á sveið og þú ert bara að fyrir sleik og svo ertu bara að neppa niður fyrstu tölunni og þú ert bara eitthvað, sorry, ég er með geðveikt lítið tippi og bara beðast afsökunar að því fyrirfram, ég veit mátt ekki njóta kynlífs með mér en vonandi gengur þetta vel og þú veist, er það frábært sorry, þessi matur er ógeðslega vondur, ég átti ekkert krydd, það eru útrunnir tómatar í þessu en vonandi verður út í lagi skilur hver fara, þetta er væntingastjórnun líka maður bara heyrt svona þú veist að strákar með svona minni stærðir séu svona ágjörði að stelpur séu eitthvað svona að tala um þetta sín og milli skilur það sé svona helsta ágjörn það er bara spurningum og ef þær er að gera það þá er þær bara að gera það þær tala um alla limi já ok, það er ekki líka persónubundi þú veist jú, algjörlega, en almennt er bara sérstaklega kannski á ykkar aldri þá er hans verið að spyrja út í tippi að því oft er það þannig að þú veist, þið verið að gera meira heldur en bara beita okkur tippinu þið eru með hendur og munn af ástæðu sko. Þannig að kynlífið þarf að vera meira en bara ég náða honum upp til að setja hann inn það er bara geðvikt erfitt fyrir píkuna að fá það þannig í flestum tilfellum þannig að þetta er svolítið spurning um það ef þú mætir bara sveið og allir bara eitthvað hei, hann er mættur, nú fer hann inn allt verður gaman, bara, nei það er ekki frábært sko. Alveg sama hvernig tippaður er já. En bætir tónlist kynlíf? Er það eitthvað svona Ég veit ekki, ég var að gera svona ég spurði á Instagram og fólk var að segja hvað sexy lög þau var að hlusta Er ekki smooth operator? Nei, það kom ekki á Það er bara komið með What? Ok Það er number one, er það ekki ok
aðeins fyrir eitthvað tíma Hvernig veist þú það bara? Ég horfði á, það var eitthvað svona YouTube-myndband. Það var eitthvað gæði. Það var á YouTube-myndbandi með það. Nei, það var eitthvað gæði sem sagði eitthvað, þetta lag var hans eitthvað jam, eitthvað svona. Býtu ok, þannig að foreldrar sinni vita sérst, þegar þú er búin að kranka það er bara alltaf að gerast. Nei. Ekki hlusta á gullbelgjuna á smá bóknir. Nei, bara að segja. Það var líka með þessu Big Bang Theory, var það líka þar? Já, þetta er sjónvarpsþáttur. Ég bara segi, ég held að það væri. Já, fínt lag skiljum, mátt alveg nota það er alltaf leið, enginn að dæma. En hérna, það er bara misjant, sumum finnst gott anda tónlist og öðrum ekki. Nei. Það er bara eins og með allt, sko. Já. En hvað, ef ekki þá farið bara í podcastið og rithöfund og allt það? Jú, ég var svona að spá í eitt, sko, hver er eiginlega, er ykkur ábyrgð á því sem hver á eiginlega að vera með smokki, þú veist, geima, mæta á svæði með hann, skilju, eiga stelpur að bera smokk líka, bara allir, það er bara fínt að vera alltaf standbæði með smokk, aldrei hvernig einhverju stræta er bara, gaur, getur þú rætta mér? Það er bara sniðið að vera alltaf með á sig bara. Fínt. Það er ekki bara í veskinu bara, ja. Bara í veskinu, bara fínt. Ja. Það er ekkert bara svona, þú átt að koma með, nei, það er bara allir. Hvað að fara í fæla að spyrja það? Strax? Það er ekki bara. Jú. Er það hraðaspurningar? Nei, ok. Þetta sem við settum, mástu, baðum að senda mynd svo við allir getum spurt þig. Já, gerði ég það? Já. Ok. Sorry, ég bara myndi ekki alveg hvort ég hef gert það ekki. Nei, þetta er bara hlustendur sem spyrja. Ok, já, þannig þetta er frá þeim. Þetta er frá hlustendur. Ok, gaman. Þetta er ekki frá okkur, sko. Ok, ekki frá ykkur, þannig þeir eru bara hvað við vorum ekki. Þetta var ekki okkur að kenna. Ok. Herru, af hverju ekki meiri kynfræðslu í skólum, í grunnskólum þá? Að því að kannski er ekki alltaf skynjað mikilvægi fyrir það eru fáir sem geta sinnt henni, kennarar fá ekki þjálfun eða undirbúning í að sinna henni og hún fær lítið pláss í námskrá og já. Er þú eina sem er að gera svona? Nei, það hafa verið fleiri en hérna bæði á undan mér og svo núna er Indiana líka, hún var að klára námið, Indiana Rose hún var að klára námið sem kynfræðingur og hún ætla líka að fara að vera með fyrirlestra. En annars er ég búin að vera svolítið innráð á markaðunum. Og hvað er það lengi? 10 ár. 10 ár? Mega næs. Wow. Bara strax þú úrskrifast, fórstu það bara þetta? Já. Wow. Það er bara búin að vera geggja gaman. Ógeðslega gaman. Og þú bara, þannig þú heldur bara að þú verður bara í þessu þá heldur þú verður áttræðið að kannski ekki með fyrirlestra í grunnskólum, ég sé það ekki alveg fyrir mig til áttræðs en ég ætla að vinna fram til senast að döðadag sko. Ok, þetta er bara ég ætla bara að deyja á sviði. Þetta er bara líf þitt bara. Ok, nice. Er hollar að sofa nakin? Það upp á ákveðna praktík þá er það, já, það er sérstaklega gott fyrir píkur að sofa byrjar á neðan lefna loft út á nóttunni. Ok. Og líka verið stráka, ekki? Ekkert endilega sko, hann þarf ekki jafn mikið að anda. Okay. En hérna kannski er líka bara fínt upp á ákveðna temprun svona, líkamsita. Já. En ef það er ekki að kalt, svo þið náttutum, skilur? Já, bara undir sænginni. Ég er búin að spyrja þetta með mikrobínusið alltaf, það var búið hver eftirlegasta spurning sem fengið, þetta var búið eftirminnilegasta, já, eftirminnilegasta. Það verðum ekki búin að spyrja því. Nei, en við samt komum svona Já, þú sagði frá það. Ég fengi einhvern veginn alls konar, ég veit það ekki og það er einhvern veginn bara misnætt í mómentinu hverju maður mann eftir sko. En við tæklum þetta svo sem ágætlega þannig að hann held ég Já, það var reyndar úrslega gaman einu sinni voru 2 stelpur sátu hlið við hlið og önnur var eitthvað svona akkur talar ekkert brjóst og ég var eitthvað svona ég tala aldrei brjóst er ekki kynfæri í mínum huga og ég skilgur það ekki þannig og ég segi bara hvað ætla að tala brjóst og hún bara akkur talar ekki hvað gott að sleika þessu brjóstin og ég segi ok, það er mjög einstaklingsbundið og þá svo fyndi að svara stelpum við hliðina og hún segir eitthvað svona þess vegna er hann alltaf að fucking sleika á mig brjóst þá var hún byrjuð með fyrirvandi hennar og nýju kæristun fannst ekki spesk og skildi ekki að hún alltaf sliði bringuna á henni hinn hafði svona elskað og hann ákvað þá bara öll brjóst vildi alltaf sleika sig það er alltaf skemmtilegt þau hefur greinlega ekki spjallað af talk eins og á að gera ekkert á að gera þú getur alveg verið bara með hönd á brjósti skilur, bara búin að sleika í smástund og verið bara finnst þetta næs já, ég skil þannig að hún getur verið bara ég veit ekki alveg, þetta er ekki að gera neitt fyrir mig nei, ok, ekkert mál, gerum eitthvað annað þetta er ekkert eitthvað svona nú ætlum við að ræða saman brjóst og þú veist, það er ekki að vera svona formlegt sko. Þetta er miklu meiri rytmi já, ég skil Hvernig er að vera kynfræðingur og hefur þið alltaf langað að vera það? Við fórum yfir þetta áðan
þú vildi vera sálfræðingur svo. Já, ég bara held ég hef ekki vissað ég held ég hef ekki vitað af því að það var hægt að vera kynfræðingur og þegar ég komst að það var hægt að vinna bara við kynlíf og þurfti ekki að tala allt hitt leiðilega, þá var það bara svolítið basic sko. Já, hvenær besti tími fyrir konu að eignast börn? Þegar hún er tilbúin til þess. Já, það ekki en kannski ekki mikið eftir 40-45 eftir. Ég vil náttúrulega meina bara, verta þessu milli 30 og 35, klára þetta bara það, fínn tími. Búin að mennta, ég er búin að gera svona skemmtilegt, svo þetta búin að snemma, bara. En konur eru líka bara alls konar ólíkar sko. Já. Svo síðan spurningin, er í lagi að nota smokk tvisvar? Nei, maður ekki með því. Það ekki lagi. Þetta er svona eitthvað örgulega grínspurning finnst mér. Ég menn þið getur bara prófað ef þið fráið ykkur með smokkinn. Þú veist, þú kallar þið svo að taka hann af, ætla að skóla brundið úr honum eða ætla að láta brundið kólna í honum, reyna að setja hann aftur á. Ef þið finnst það þá myndi ég ekki mæla með og ekki heldur að nota 2 smokka í einu því þá fer gúmmið að nuttast saman þá er meira líkur á hann rifni. Valdur sem fólk sé bara að pröfa þetta? Spes. Fólk bara fruglegt. Og hugmyndu bara nákvæmlega og ég meina að þú ert bara eitthvað í sjálfsfróð þá mútu hann vera ansi frumlegur bara gaman að þú veist Já, en þú með podcast eða ekki? Sjálf? Jó, ég með það og þú fær gesti og það ekki? Nei, ég gerði sko á tímabili þá var ég að fá erlenda kynfræðinga svo bara eiginlega hafði ég ekki tíma fyrir það þannig að það er búið að liggja svolítið í dvala sjáum til hvort ég nenni startaði eftir það bara svo mikið vesen tímamismunur og eitthvað neina synga fólk saman og eitthvað en jú, ég á með það og svo er ég með 2, eitt á ensku og eitt á íslensku og þau eru mjög steikt og ég er almennt ekki að flagga þeim mikið þau eru bara eitthvað ég er að röfla meðan ég er að rúnda landið á milli fyrirlestra eða í göngutúrum eða eitthvað þegar þau eru svo tekin svona one take og ég hlusta ekki á þau ekkert klift, ekkert ritskoðuð og þau eru bara eitthvað ég á röfla og svo bara hendi ég því út Þú fórst í podcast að fá þetta eða ekki? Jú. Eru það farið í mörg podcast? Já, fæðingakastið, fávitar og hvað er 2 gaurar 2 fellar? Nei, bara stela nafn bara fullt alls konar spekingarspjalla Já, spekingarspjalla og hjá Norminu, við heldum live líka við Normið og ég er mögulega að gleyma einhverjum og fólk má ekki vera móðgæði því, góðar sögur á Reykjanesi var það daginn og það er, bara stákar ekki setja mig svona annað spott, nú gleymi einhverjum fólk úsla fúlt og skúffuskáld shout out Já, það er ekki ekkert finnsett sko Þannig með þínu podcasti ertu ekki með neins svona markmið eða er það bara Nei Er það bara svona til gamans? Já, eiginlega, það er eiginlega bara mjög til gamans Jú, ég hef alveg nýtt alltaf að taka fyrir bara hvað var ég að fjalla fyrirlestri, hvað spurningar kom upp tala ákveðin málefni og eitthvað sem mér er bara hugleiki hverju sinni sko og og mér finnst eiginlega bara kannski pínu áhugavert að fólk hafi úthaldi að hlusta á þetta að þetta er svo steikt þannig að mér finnst alltaf fyndið, það er svona ákveðið testament þegar fólk er svona, hlusta á hlaðvarpið og maður er eitthvað, vá, í alvörunni Já, reyndar Þannig að þetta er bara eiginlega, ég hafa húmor fyrir lífinu sko, pínu þannig Eru alltaf mjög slöng? Já, mér er alveg sama Þetta er míns eigins hlaðvarp skilur ég ræði algjörlega Þau voru miklu lengri fyrst, þau eru bara yfirleitt svona í kringu 20 mínútur núna Ég stytti þau alveg allverulega nema ég lendi í einhverja röflókslega mikið þá verður þau bara lengri Og er þetta bara kynlífi eða er þetta bara hvað sem er? Ég veit það ekki alveg stundum er þetta bara ég verði mjög spennt ef ég sé dýr þegar ég er að keyra þannig að eins og ég keyri næst á hreindýr það var svolítið langt randum þá þetta hreindýr svo er ég bara eitthvað að festast í eyðibílum og eitthvað og bara eitthvað, þetta er bara steikt skilur ég bara vara fólk við að hlusta ekki á þetta En okkur er byrjað það podcastið svona bara til að tala fyrirlestunina og allt svolítið að því mér leiddist svo einnig að keyra var það bara því og ég er bara eitthvað svona, þetta er óslega góð afsæng til að röfla upp átt við sjálfan sig Já, það er þetta sniðut og kannski kemur eitthvað sniðut út úr þessu og kannski ekki, en það þarf ekki að koma neitt sniðut út úr þessu, þetta er bara eitthvað svona bara eitthvað pælingar eitthvað sem ég var að horfa í sjónvarpinu eða eitthvað spurning sem kom upp eða eitthvað svona, ég var að pæli það, hvernig væri eða hvað eða eitthvað
og þetta bara þegar ég nenni því og þegar mér langar til þess og núna ég til dæmis ekki búin að vera í stuði að því ég búin að vera að gera svo mikið Instagram live og eitthvað þannig að þá fór podcasti svolítið í dvala hjá mér og ég leiði mér eiginlega bara að gera það sem ég vil gera þegar ég vil gera það eins og ég vil gera það. Já. Það eru konar margið þættir það ekki, var ekki 60? Jú. 60, ok, já. Minni það, það var svakalegt. En já, þú ert rithöfundur líka, náttúrulega, og þú ert skrifað 3 bækur, ekki? Jú, gef út 4 bækur. Gefið út 4? Já, okay. Og hérna, já. Og það er, hvað, Kynveran á rúmstokki og Kjartan kynlíf, og hvað er 4? Daði. Daði, já. Daði er sjálfsagt framhald af kynveru. Já. Þannig að í kynveru kynnustu Veru, Vera byrjar með Daða, engin stórkostlega spoiler þar, það er svolítið vitað. Og svo fáum við hérna að heyra sögunast Daða og það er sérbók. Og þetta þá svona skáldsögur? Já, og það eru báðar á Storytel, þetta eru svona kynfræðslu skáldsögur. Já, sniðt. Vonandi. En hvaða bókmæri er með svona, ef einhver vil læra meira kynlíf? Mínar bækur. Já, hvaða af þínum bókum? Allar. Er allar svona, já, svona... Það eru ólíkar. Mæli maður ekki með síns eigins bókum. Jú, en það er ekki basic. Það er enga, ertu ekki bara einu bækum þar? Nei, þetta eru einu bækurnar. Nei, en svo bara dettin er á bókasafn og kíkja bara, þú veist, það er alltaf eða svona 1/3 úr hillu allavega sem eru hérna eitthvað svona kynlífstengdar bækur. Tjekkið bara á því, kíkja á bókasafn eða slatti til. Já. Og já, svo er ókslega svo verður spennandi verkefni sem er ekki alveg má ekki alveg ljóstra upp en við getum sagt að það verður meira aðgengi að fleiri kynfræði tengdum bókum í nánustu framtíð, ekki bara sem ég hef skrifað. Og það sem var á Instagraminu eitthvað stórt tilkynning nei, hvað það? Ég sá hvað stóriðinu Lost.is Já, kannski Já, þetta er eitthvað á netinu Ógeðslega forvitin Ætlar að skrifa einhverja fleiri bækur í framtíðinni? Já, ég er með 2 sem ég er með núna og hérna sem kom út núna fyrir jól og kannski 1 eftir áramót og 1 2022 kemur út þannig að þetta, já, ég er ekkert hætt skemmtilegt. Er þetta mikil vinna fyrir þig svona að skrifa bækur? Fer eftir hvað skilgan sem mikil vinna, þetta er skemmtileg vinna. Þú ert að gera þetta einu eða ekki? Jú, þetta er dýrt, þetta er vesen, þetta er bögg en þetta er ógeðslega skemmtilegt. Þetta er ekki með framleiðanda? Ertu að meina útgefanda? Útgefanda, sorry. Nei, ég er míns eigins útgefandi. Já, ég skil. Þá er það smá vesen. Já, Þorgrímur talaði að það var reynd. Vesen? Þetta hann er með útgefanda? Já, hann bjóti sín eitt eigi fyrirtæki fyrst var sem heitir, ég man ekki hvað heitir. Nei. Og svo fór hann í forlagið. Já, einmitt. Já, sko forlagið greiðir tæp 24% í höfundalaun af heildsöluverði. Já. Heildsöluverði cirka helmingur af því sem þú kaupir og kaupir bók á 5.000 krónur út í búð, þá selur forlagið hana á cirka 2.500 krónur, þetta er pínu ofureinföldun, þannig að þú færð tæp 24% af 2.500 krónur. Í þinnu að það. Sem þú borgar svo skatt af. Já, sælir. Nákvæmlega. Það er smá, alveg kvætta allt á. En hvað veist þér svona fríði nippúl og allt þannig svona samtidig brjóstaðanir, hvað veist þér það? Bara brjóstur er bara brjóst sko, ég bara stiða allt. Nei, veist þér svo að stelpur eigi að vera í hérna sundbóla þannig, veist þér svo að geta grín í skaupinu. Já, já, þannig. Finnst þér að það ætti að vera bara engin í sundbólum eða kanni? Mér finnst það ætti ekki vera regla. Ekki regla, nei. Þú veist ekki setja hvað er áneitt, fólk er bara ólíkt með hversu mikið að vil hylja líkamann sinn og hversu mikið að vil sína honum en mér finnst við alveg vættum að hafa jafn mikið frelsi til að vera á brjóstunum eins og strákar en mér finnst það ekki eitthvað svona allir verða að vera svona eða hins en mér finnst líka alveg að þið ættu að mega vera í ból eða vilji vera í ból eða svona gamaldags symbolum, þeir voru svolítið sætir strákar voru svolítið sætir í svoleiðis stakka það ekki? Ég hef aldrei séð það sko Oh my god, strákar, þið var að sé svoleiðis Það er ekki svona körfubolta eitthvað eins og glímubúningur, þú drýmum það glímubúning En af hverju heldur þú að konur þurfa að hylja brjóst sín? Hver heldur að hafa fattað upp á því? Sko, þetta er bara ógeðslega löng saga og þú skoða bara fatatískuna Bara á tísku? Nei, þetta er ekki upp á tísku, þetta er upp á moralismi kvenlíkamann og hvað þar máttu sína og hvernig og þetta er bara sér 3 klukkustundar langur þáttur
bara það hvernig líkamannum og svona kynverund kvenna var stjórnað í gegnum fatnað þannig að þetta og þetta er mjög áhugavert sko en það ásér alveg langa rætur og langa sögu Já. Þú aldrei talað það í podcastinu? Það er eitthvað Takk, ég á það eftir, ég á það inni og ég skal bara geyma þetta hjá mér Ég fer í þetta mál því snarasta Fer í þetta mál, Takk fyrir Skal ég bara bókum þetta? Nei, takk, ég fín Já En hvernig lítur framtíðin út? Bara björt sko Já, björt Bækur að koma og Bækur meira podcast Bara fyrirlestrar og alls konar spennandi verkefni Hefur ekki líka unni í var það stöð 2? Já. Jú, og það er alls konar verkefni bara sjáum hvenar þau blómstra Þetta er bara alls konar fræ sem að sáir og svo spurning hvenar þau skrið upp úr moldinni Já. Hvað er svona uppáðs fyrirlestur sem þú gefir? Svona, er það í grunnskólum eða er það í fyrirtækjum eða öll heimilum? Það er eiginlega bara þú veist, ég flytt mjög sjaldan fyrirlestur sem ég veist leiðilegur, kemur alveg fyrir en ég reyni yfirleitt að gera það skemmtilega en það er bara eiginlega mist eftir sko, jú, maður fær leiðilega hópa það er kannski ekki beint að fyrirlestur sem leið maður fær leiðilega hópa kannski ásangett að það er að segja það en sumir hópar eru skemmtilegri en aðrir þannig að það er meira það heldur en endilega efni sem maður er að tala sem stýrir því þú veist og ef ég er óörugg með eitthvað efni þá tek ég bara yfirleitt ekki þann fyrirlestur að mér ef þetta er ekki eitthvað sem ég get kynnt mér eða gert einhver sem ég tel mér vita eitthvað þannig að það er bara, þetta er svo ólíkt það er allt öðruvísi að tala við foreldra heldur en það er að tala við unlinga og svo er öðruvísi að tala við fyrirtæki og kannski gæsanir eða svona meira svona djam og svo er uppistand annað og þetta hefur allt sinn sjarma sko Þannig að við veitum hvernig þú gerði við krakka hvernig fyrirlestur það var hvernig er fyrirlesturinn fyrir fullorðna svona endurfluttur krakka fyrirlestur Er það bara sami? Það er stór orð bara stærri orð? Já, stærri orð Nei, þau fá en svona ramma fyrir sig en ég meina þau hafa aldrei fengið neða þjálfun og þau fengi ekki þessa kynfærslu þannig að þau þurfa að vita ákveðin grunn til að geta að tala við ykkur þá er líka fínt að tvinna það saman og sjáðu glærurnar sem þið fengu að sjá En hefur einhvern veginn svona slæmar móttökur uppistandi út að einhverju sem finnst þetta mjög óþægilt Já það gerir það Já, mér hefur sagt að grjóthalda kjafti og alls konar Já Einhver sem pantaði þig og sagði Já, ekki sá sem pantaði mig bara einn í áhörðandasalum Ég fjarlægt konuna er kerlingin farin Er það bara aðalega gamalt fólk eða? Nei Bara alls konar Ég stuða alls konar fólk Óhá aldrei, kyni Var ekki fólk eitthvað pirraði yfir hann á myndunum sem sína alltaf? Var ekki alltaf eitthvað ég man ekki hvað var ég sá einhverja frétt það Eitthvað Salfossi? Varstu að googla mig? Nei, googla mig ekki Já, jú, það voru foreldrar pirraðir en það leystist nú allt farsælega ekkert vesen lengur, nú er allir bara rosa glaðir með þessar myndir Er það ekki bara komnir? Jú, nema að sé eitthvað sem þú vilt tala Nei, ég held að við sem bara búin að fara viðan völl sko ég bara, kannski bara eitt ég fæ náttúrulega mikið af spurningum á Instagram og svara mikið af spurningum þar og það er mitt svona samfélagsverkefni Já að ég tek ekkert fyrir það en nei. gera það alla daga ársins alltaf á hverjum degi, mér finnst það bara mjög skemmtilegt og svo hafa unglingar töluvert, ég veit ekki alveg hver hlustendahópurinn ykkar er aðalega unglingar og þeir hafa töluvert með það að segja í rauninni hvað þeir vilja og þeir hafa rödd og þeir eiga nota þessa rödd og láta í sér heyra og vera duglegir að gera það ekki með frekju eða leiðindum en bara átta sig að því að röddin þeirra skipti máli og þeir eiga beitinni Já Það er svona kannski, það helst það sko Já, það er bara frábæri loka orð Takk fyrir Unglingar hafa rödd og þú finnst á Instagram Ég finnst á Instagram, ekki alltaf, ég stundum í banni Já, oft í banni en Er það blokkaði? Já, en ég er vonandi nokkuð safe núna, sjáum Já, en við setjum örgulega þá Instagram Við setjum Instagram mitt í Kannski linkin á podcastinu Já En þið geta haft samband við Siggu ef það er einhverja spurningar og hún getur pottet redda því Bara reyni allavega Reyni sitt besta Það er bara takk fyrir að hlusta Takk hérlega fyrir að hlusta Takk fyrir að koma Já, takk fyrir mig Og við bara sjáumst Takk hérlega og hafa það gott